Og þetta komið glæsilegt af hægri töffi upp á hægri hönd. Og þið bara snúið við lagið bilin á meðan ég lesi upp einkunnir fyrir hægt töff. Við byrjum á einkunni og svart, það eru 7,0, 7,0, 7,0, 6,5 og 6,5, það gera 6,83 fyrir Svandísi og Eik, 6,0, 6,0, 6,5, 6,5 og 6,0 sem gera 6,17 fyrir Heimi og Hrafndísi eru 6,5 hjá, nei, afsakið, 6,5, 6,5, 6,5, 6,5 og 6,0 sem gera 6,50 fyrir Loftbreka og Fylkingu, 7,5, 7,0, 8,0, 7,5 og 7,5, það gera 7,50 fyrir Ragnarsnæ og Byr, 7,0, 7,0, 7,0, 8,0 og 7,5 sem gera 7,33 og fyrir Evu og Loga það er 7,0, 7,0, 7,0, 7,0 og 6,5 það gerir 7,0 og þá er það töff með hraðamun upp á vinstri hönd, gjörðu svo vel. Og þá megið þið hægja niður, þið hægið niður, þið snúið við og þetta komið glæsilegt, töff með hraðamun upp á hægri hönd, þið hægið niður á fett, snúið við og lagið bilin og ég les upp einkunnir fyrir töff með hraðamun.
Við byrjum á Ingunni og Svört, það er 6,0, 7,0, 6,5, 6,0 og 6,5. Það gerir 6,33. Fyrir Svandísi og Eik, 6,5, 6,5, 6,5, 7,0 og 6,5. Það gerir 6,50. Fyrir Heiníu og Hrafndísi eru 6,0, 6,5, 6,0, 6,5 og 6,0. Það gerir 6,17. Fyrir Loftbreka og Fylkingu 7,5, 7,0, 7,5, 7,5 og 7,5 sem gera 7,5. Fyrir Ragnarsnæ og Bil 7,0, 7,0, 7,5, 7,0 og 7,5. Það gerir 7,17. Og fyrir Evu og Loga 7,0, 8,0, 7,5, 7,5 og svo mikið sem 7,0. Það gerir 7,33. Og þá er komið að greiðutölti upp á hægri hönd og vinstri hönd, gjörðu svo vel. Og þið megið hægja niður á hvert. Og þið snúið við. Og núna tökum við 2 mínútna hvíld fyrir hrossin ykkar sem að helst leið og þið hafið öll snúið við. Og ég ætla að biðja ykkur að halda áfram á speti. Og við tökum núna 2 mínútur. Þrjátíu sekúndur. Hvað sagðirðu, Elín? 40. Má ég halda áfram? Þá býð ég ykkur upp á greitt tölt upp á hægri hönd, gjörðu svo vel.
Og þetta glæsilegt, þið megið hægja niður, þið hægja niður. Þetta var lokaatriðið hér í T1 ungmenna að úrslit. Já, held ég, það var sko alveg flauta fyrir þessu. Og ég bið ykkur knappar að fara fyrir framan dómshús, raða ykkur upp eitt á móti hverju húsi svo hægt sé að gera ástands- og búnaðarskoðun á Og þá átti Hlín Sturludóttir, formaður Hestamannafélagsins Fáks, að flytja nokkur orð. Borgarstjóri, forseti VSÍ, gjaldkera FH, Fáksfélagar og góðir málsgestir. Þegar ég tók við formennsku í Fák í fyrravor, setti ég mér það að markmiði að koma félaginu í hóp fyrirmyndafélagi í VSÍ. Sem stærsta hestamannafélagi landsins ber félaginu að vera gott fordæmi fyrir önnur hestamannafélagi. Ramminn sem í VSÍ setur hvaða skilyrði félag þarf að uppfylla að verða fyrirmyndafélag í VSÍ mjög góður til að setja upp þá innri verkferla og reglur félagsins og það reglur sem gilda gagnvart félagsmönnum og iðkendum hestaíþróttarinnar. Að útbúa handbók félagsins hefur gefið stjórn félagsins góða innsýn inn í starfsemi þess og handbókin mikilvægt plagg fyrir stjórn, félagsnefnd og iðkendur til að hafa yfirsýn yfir þann ramma sem settur hefur verið starfsemina. Fyrsti fundur VSÍ verkefni var í byrjun september á síðasta ári. Við settum okkur strax það markmið að geta tekið viðurkenningu VSÍ á Reykjavíkurmeistaramóti í ár. Reykjavíkurmeistaramót Fáks stærsta íslenska íþróttamótið í heiminum og því táknrænt að taka viðurkenningunni á þessu stórmóti. Nú 9 mánuðum síðar höfum við náð markmið okkar að verða fyrirmyndafélag í VSÍ.
Í dag tökum við stolt og með þakklæti við viðurkenningu ISÍ sem fyrirmyndafélag. Með mér hér á vellinum eru Villi Þór Þórsson, forseti ISÍ, Ólafur Gunnarsson, gjaldkeri LH og Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri Reykjavíkur. Næst ætlar Ólafur Gunnarsson að taka til máls og hann gjaldkeri Landssambands hestamanna. Gjörðu svo vel, Ólafur. Frú borgarstjóri, forseti ISÍ, kæru fáksfélagar, það mér mikill heiður að senda ykkur kveðju frá stjórn Landssambands hestamanna og óska ykkur innilega til að hamingju með þennan áfanga. Nú ég líka sendi kveðju frá hestamannafélaginu Jökli. Við erum í þessari vegferð núna og ætlum að reyna að klára þetta sem allra fyrst og við vitum hvað þetta mikið mál að ná þessum áfanga og við óskum ykkur innilega til hamingju. Til hamingju öll. Já, næst ætlar Willum Þór Þórsson, forseti ISÍ, að segja nokkur orð og afhenda fáki viðurkenninguna sem fyrirmyndafélag ISÍ. Borgarstjóri, fulltrúi Landssambands hestamanna, kæri formaður, kæru fáksfélagar, kæru vinir í íþróttum. Fyrst vil ég færa ykkur kveðjur og hrós og að þið í þessari forréttindastöðu að fá áherslu hér við lok á þessu glæsilega móti og afhenda ykkur viðurkenningu sem fyrirmyndafélag. Þá vil ég færa ykkur sérstaklega þakkir og hrós frá starfsfólki og framkvæmdastjórn Íþrótta- og Ólympíusambandsins fyrir ómetanleg störf í þágu hesta íþróttarinnar, í þágu uppbyggingar og af því við erum með borgarstjórann hérna með okkur, þá freistandi að tala til hans vegna þess að Fákur jú fyrsta hestamannafélagið á Íslandi og þeir eru samofin hér þessu risa síðustu öldina, risa uppbyggingartímabili borgarinnar. Stór hluti af skipulaginu og hafið barist fyrir aðbúnaði og uppbyggingu á félagsstarfi hestafólks hér í borginni, en þetta líka af því að hesturinn nú okkar þarfasti þjónn frá landnámi. Þetta líka samofið fullveldisbaráttu og sjálfstæðisbaráttu þjóðarinnar hér samhliða því að byggja borginu. Og hér erum við auðvitað í þessu glæsilega umhverfi og glæsilegu vallarsvæði og það mikil vinna búin að eiga sér stað. Það mikil vinna sem þarf að eiga sér stað til að verða fyrirmyndarfélag. Og það hafið sannarlega farið í gegnum, en það fyrst og fremst það sem ég afhenda hér viðurkenningarskjal og fyrirmyndarfánan þá það fyrirmyndarstarf sem þið hafið innt af hendi. Og ég vil vísa í anda stefnunar ykkar sem í stóru myndinni að þá þetta forvarnir og lýðhelsa og samvera með fjölskyldum. Og svo þetta glæsilega afreksfólk sem við höfum fylgst með sem afsprengi af þeirri vinnu allur. Ég ætla að afhenda hér formanni og ég ætla leið og ég afhendi formannum hér af því að við erum líka að hvílum hér á öxlum frumherjana sem hafa byggt þetta glæsilega félag að þá var Sigurbjörn Bárðarson sem jú í heiðurshöll Íþrótta- og Ólympíusambandsins fyrstu línuna fyrsta formannin nokkur daginn hann fyrstur stýri, hinn frækni og snjalli Daniel og vinstri þá Danielsson formann og við erum hér með formann Hildur Sturludóttur. Ég notið þess að vera með henni hér í dag að afhenda viðurkenningar og læra ykkar fögru og okkar fögru íþrótt og ég ætla að fá, og það heiður að fá að afhenda þér viðurkenninguna hér. Ég ætla að fá að lesa af gjallinu Hestamannafélagi Fákur og því eigið þetta öll saman að sjálfsögðu hefur hlotið gæða viðurkenningu Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands fyrir íþróttastarf og rétt til að kalla sig fyrirmyndafélag ISÍ til næstu 4 ára og megið það verða ykkur
og okkur öllum hér í Reykjavík og þjóðinni allri forvörnum og lýðheilsu til heilla ókomna tíð. Til hamingju. Ég gleymdi fyrir eitt augnablik, svo hér auðvitað fyrirmyndar fáninn sem þið eigið að flagga sem tákn að vera fyrirmyndarfélag. Og blóm að sjálfsögðu tilefni dagsins. Gerðu svo vel og til hamingju öll. Já, það sannur heiður fyrir okkur fáksfélaga að fá þessa viðurkenningu frá ISÍ og við erum gríðarlega þakklát og auðmjúk fyrir það. Við þökkum Ólafi Gunnarsinni, gjaldkera LH, fyrir að gefa sér tíma til að koma hér og vera með okkur. Okkur langar sérstaklega að þakka henni Hildi Björnsdóttur sem nýtekin við sem borgarstjóri Reykjavíkur. Takk fyrir að koma og hitta okkur og vera með okkur hér í Víðidalnum í dag. Við hvetjum þig til þess að muna eftir málefnum hestamanna og leið og við óskum þér velfarnaðar í nýju starfi. Willum Þór Þórsson búinn að vera með okkur og veita hér verðlaun í allan dag og hefur verið með okkur áður. Það svo dýrmætt að fá að hafa þig hér til þess að kynna hestaíþróttina vel fyrir forseta Íþróttasambands Íslands og ég veit að þú búinn að taka eftir í hversu dýrmætt hestaíþróttin er. Það held ég glæsilegt og fyrirmyndarknappar hér sem voru í fánareiðinni. Við þökkum ykkur öllum kærlega fyrir. Við höfum ein úrslit eftir hér í dag á þessu risa Reykjavíkurmeistaramóti þar sem við vorum með 828 skráningar. Á þessu móti sem búið að standa í heila viku. Og knappar sem að koma í
þetta er glæsilegt af hægu tölti upp á vinstri hönd. Það held ég að veislan sé byrjuð. Þið snúið við og endilega nýtið ykkur völlinn vel. Og ég sjá. Svona og svo ætla allir að snúa við og þið sýnið hægt tölt upp á hægri hönd, gjörðu svo vel. Og þetta er glæsilegt af hægu tölti. Oh my god, segi ég nú bara. Hvað segir þið, Brekka? Það má horfa á þetta, er það ekki? Nákvæmlega. En þið kunnið þetta allt saman, hægið niður, snúið við, haldið áfram á feti á meðan að ég lesi upp einkunnir fyrir hægt tölt. Og við byrjum á þeim Ólöfu og hringendur. 7,0, 7,5, 7,5, 8,0 og 7,0, það gerir 7,33. Fyrir Ævar og Lilju, 7,5, 7,0, 8,0, 8,0 og 7,5 sem gera 7,67. Fyrir Söru og Dísu, 8,0, 7,5, 7,5, 7,5 og 7,5, það gerir 7,50. Fyrir Jóhönnu Margréti og Orra, það er 8,0, 8,0, 8,0, 8,0 og 7,5 sem gera 8,0. Fyrir Huldu og Flautu, 8,5, 8,0, 8,5, 8,5 og 8,0 sem gera 8,33. Og fyrir Viðar og Sókrates eru 8,0, 7,5, 8,5, 9,0 og 8,0, það gerir 8,17. Og þá megið þið sýna tölt með hraðamun upp á vinstri hönd, gjörðu svo vel. Í hvíld sem hefst núna. Þrjátíu sekúndur. Og þá megið þið sýna tölt með hraðamun upp á hægri hönd, gjörðu svo vel.
Og þetta komið, þið megið hægja niður. Þetta voru töff með hraðamun. Og þið snúið við og jafnið bilin á menn í lesubönkunir. Og hér eru þær þá fyrst fyrir Ólöfu Rún og hringendu, það 7,5 hjá öllum 5 dómurum sem gera 7,50. Fyrir Ævar Örn og Lilju 7,5, 8,0, 8,0, 8,0 og 8,0, það gerir 8,0. Fyrir Söru og Dísu 7,5, 7,5, 7,5, 7,5 og 8,0, það gerir 7,50. Fyrir Jóhönnu Margréti og Orra 7,5, 8,0, 7,5, 7,5 og 8,5, það gerir 7,67. Fyrir Huldu og Flautu 8,0, 8,5, 8,5, 8,5 og 8,5 sem gera 8,50. Og fyrir Viðar og Sókrates 8,0, 8,0, 8,5, 8,0 og 8,0 og það gerir 8,0. Og þá komið að því að sýna greitt tölt upp á vinstri hönd, gjörðu svo vel. Og þetta komið flott upp á vinstri. Algjörlega geggjað, þið hægið niður, þið snúið við. Og nú gefum við 2 mínútna hvíld. En endilega halda áfram á feti. Ein mínúta. Þrjátíu sekúndur. Og gjörðu svo vel, þið megið sýna greitt tölt upp á hægri hönd.
Þetta er komið. Já, gæsahút fyrir allan peninginn. Algjörlega, ég bið ykkur, kæru keppendur, að færa ykkur að dómshúsunum, snúa að þeim. Gott að velja einn á hvert hús. Dómarar koma út í ástandsskoðun og búnaðarskoðun og ég les upp einkunnir á meðan. Hér eru komnar einkunnir, byrjum á Ólöfu Rúnu og henni hringendu. Það eru 7,5, 7,5, 8,0, 8,0 og 8,0. Það gerir 7,83. Fyrir Ævar Örn og Lilju. 8,0 hjá afsakið, 8,0, 8,0, 8,0, 8,0 og 8,5. Það gerir 8,0. Fyrir Söru og Dísu. 8,0, 7,5, 7,5, 7,5 og 8,5 sem gera 7,67. Fyrir Jóhönnu Margréti og Orra. 9,0, 9,0, 9,5, 9,0 og 9,0. Það gerir 9,0. Fyrir Huldu og Flautu. 8,5, 8,5, 8,0, 8,0 og 8,0 sem gera 8,17. Og fyrir Viðar og Sókrates 8,0, 8,0, 8,5, 8,5 og 8,0. Það gerir 8,17. Má ég biðja þig, Sigríður, að skoða aðeins niðurstöðurnar, takk. Þau eru mætt hér í verðlaunaafhendinguna. Hlíf Sturludóttir, formaður Hestamannafélagsins Fáks, henni til aðstoðar Willum Þór Þórsson, forseti ISÍ og Ragnheiður Ásta Sigurðardóttir, gjaldkeri Fáks. Nú á meðan að það er reikistefna hér hjá dómurum að þá þökkum við ykkur kæru áhorfendur, kæru knapar og allir sem að hafa staðið á þessu móti kærlega fyrir samverun á þessa síðustu viku. Hlökkum til að sjá ykkur aftur sem fyrst. Það er Íslandsmót handað við hornin, fullt af kynbótasýningum, svo bara landsmót á Hólum og við þangað. Íslandsmót barna og unglinga þegar það er búið og svo ætlum við að fara upp til Tene í sólbað. Eftir það, ég held að við höfum öll unnið fyrir því. Sigríður, þegar þú ert klár, þá má ég halda áfram. Úrslitin liggja fyrir. Þær eru jafnar í 5. til 7. sæti stúlkurnar. Hér Ólöf Rún Guðmundsdóttir og hringenda frá Geirlandi og Sara Sigurbjörnsdóttir og Dísa frá Syðri-Holti, báðar með einkunnina 7,56. Og ég ætla að biðja ykkur stúlkur að koma inn í þeirri sætaröðum sem að þið eruð. Í 4. sæti með einkunnina 7,89 er Ævar Örn Guðjónsson og Lilja frá Eystri-Hól. Í 3. sæti með einkunnina 8,11 er Viðar Ingólfsson og Sókrates frá Skáney. Í 2. sæti með einkunnina 8,22 er Jóhanna Margrét Snorradóttir og Orri frá Sámstöðum. Þetta segir okkur það að sigurvegarinn hér í T1 fullorðins meistara er Hulda Gústafsdóttir og Flauta frá Árbakka með einkunnina 8,33. Og eru þær jafnframt Reykjavíkur meistarar líka.
Aðstöðunar. Já, það held ég myndataka. Hér eru A-úrslit í töfti 1. Fullorðin meistarar, sigurvegarinn og jafnframt Reykjavíkurmeistari eru Hulda Gústafsdóttir og hún flauta frá Árbakka. Annars sætið Jóhanna Margrét og Orri, þriðji Viðar og Sókrates, fjórði Ævar Örn og Lilja, fimmta Ólöf Rún og Hringenda og sjötta Sara Sigurbjörns og Dísa. Og ef ég þekki mitt fólk rétt þá fáum við nú örugglega heiðursring frá þessum glæsilegu knöpum. Hlökkum til að sjá ykkur á næstu mótum. Hulda leiðir hópinn. Það er mjög glæsilegt og innilega til hamingju öll sömul. Hér með lýkur Reykjavíkurmeistaramóti Fáks. Þar sem við vorum með, eins og ég sagði áðan, 828 skráningar. Þökkum ykkur öllum sem hafa staðið að mótinu. Hér síðastliðna viku. Hlökkum til að sjá ykkur á næstu mótum. Þökkum eðfaksa fyrir Horstey og okkur öllum hér hjá Hestamannafélaginu Fáki og það er Sóley Möller ásamt fólkinu sínu sem kveður hér og sjáumst síðan.